Fjórði liður á dagskrá ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2021, árshlutauppgjör og til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti bæjarfulltrúar. Árshlutareikningur fyrir A- og B-hluta Akureyrarbæjar fyrir tímabilið 1. janúar til 30. júní 2021 er hér lagður fram til umræðu. Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta á fyrri hluta ársins var neikvæð 706,5 milljónir króna en áætlun gerði ráð fyrir að rekstrarhalli yrði 1075,2 milljónir króna á tímabilinu. Afkoma samstæðunnar á fyrri hluta ársins er því nokkru betri en áætlun gerði ráð fyrir eða sem nemur 369 milljónum króna. Þetta eru því nokkuð jákvæð tíðindi fyrir okkur. Rekstrarniðurstaða A-hluta á fyrri hluta ársins var neikvæð 795 milljónir króna en áætlun gerði ráð fyrir að rekstrarhalli yrði 1013 milljónir króna á tímabilinu. Afkoma A-hluta er því 280 milljónum króna betri en áætlun gerði ráð fyrir. Tekjur samstæðunnar voru samtals 13.903 milljónir króna en áætlun gerði ráð fyrir að tekjur yrði 14.027 milljónir króna. Skatttekjur voru 6.672 milljónir króna sem er 344 milljónum umfram áætlun. Tekjur frá jöfnunarsjóði voru 1692 milljónir króna sem er 167 milljónum undir áætlun. Aðrar tekjur voru 5.540 milljónir króna sem er 301 milljón undir áætlun. Rekstrargjöld samstæðunnar fyrir afskriftir voru samtals 12.683 milljónir króna sem er 585 milljónum undir áætlun. Laun og launatengd gjöld voru 8.357 milljónir króna en áætlun gerði ráð fyrir 8.824 milljónum króna. Annar rekstrarkostnaður var 3.888 milljónir króna sem er 359 milljónum undir áætlun. Fjármagnsgjöld nettó voru 837 milljónir króna sem er 47 milljónum króna umfram áætlun. Afskriftir voru 1.037 milljónir króna samanborið við 1.022 milljónir króna í áætlun. Samkvæmt sjóðstreymi samstæðunnar var veltufé frá rekstri 1.164 milljónir króna eða 8,37% af tekjum. Fjárfestingarhreyfingar voru 1.802 milljónir króna og fjármögnunarhreyfingar 56 milljónir króna. Afborganir lána voru 542 milljónir króna, ný langtímalána voru tekin fyrir 600 milljónir króna á tímabilinu, handbært fé var 2.341 milljón króna í lok júní. Fasta fjármunir samstæðunnar voru 54.711 milljónir króna og veltufjármunir 5.335 milljónir króna. Eignir voru samtals 60.046 milljónir króna samanborið við 59.404 milljónir króna í árslok 2020. Eigið fé var 24.350 milljónir króna en var 25.063 milljónir króna síðustu áramót. Langtímaskuldir og skuldbindingar voru 30.378 milljónir króna en voru 29.702 milljónir króna í lok síðasta árs. Skammtímaskuldir voru 5.318 milljónir króna en voru 4.639 milljónir króna síðastliðin áramót. Veltufjárhlutfall var 1/1,23 í lok síðasta árs. Eiginfjárhlutfall var 40,6% í lok júní. Ég legg reikninginn hér fram til umræðu. Það er bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sinni. Orðið er laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er vissulega jákvætt að sjá það að reksturinn er töluvert betur staddur heldur en við gerðum ráð fyrir í upphafi. En það er þarna ákveðin áhyggjuefni sem ég langar bara til að orða hérna. Og þá sérstaklega það að jöfnunarsjóður, tekjur úr jöfnunarsjóði eru talsvert undir því sem við áætlum og það hlýtur að vekja upp spurningar það hvort að breytingar sem voru gerðar á reglum vegna jöfnunar eða framlaga í málefnum fatlaðra séu að skila sér með einhverjum öðrum hætti heldur en við gerðum ráð fyrir. Og það er þá eitthvað sem við þurfum að skoða því að það er eitt af því sem við kannski höfum mikið verið að ræða að þegar að svona málaflokkar er fluttir yfir til sveitarfélagana þá haldi framlög ríkisins í við það ekstra kostnað sem verður til á hverjum tíma.
Þannig að við þurfum aðeins að velta því fyrir okkur. Svo að því að það farið bara hérna yfir samstæðu reikningana, þá er líka rétt að taka það fram að við gerðum ráð fyrir að veltufjár hlutfalli yrði neikvætt í raun í áætlun. En það er jákvætt, það er sirka 3,5% ef ég man rétt og sem er mjög jákvæð þróun í sjálfu sér og vonandi erum við búin að taka inn í reikningi núna lífeyrisskuldbindingarnar sem eru töluvert hærri en við gerðum ráð fyrir eða tæpa 500 milljónir og þar sem allir kjarasamningar komið fram að þá ættum við svona ef allt heldur að vera nokkuð vissum það að það verði nú ekki mikið hærra en við gerðum ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Þetta er alltaf einn af þessum óvissu þáttum. En þetta er bara jákvæð niðurstaða en það eru þarna ákveðin áhyggjuefni sem við þurfum að velta fyrir okkur. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þakka Ásthildi bæjarstjóra fyrir yfirferð á þess reikningi eða áslutta reikningi sem er náttúrulega bara punktstaða á fyrstu 6 mánuðum ársins. Það er að segja, ekki punktstaða, þetta er náttúrulega hluti ársins og maður veltir við sig hvernig þetta þróast hjá okkur á komandi mánuðum. Þetta eru svo margir óvissu þættir í samfélaginu og ef við sjáum þarna í árshlutauppgjörinu að útsvarstekjur eru hærri heldur en við reiknuðum með og það er jákvætt. Þannig að og veltum við fyrir rekstri er eins og Gunnar bæjarfulltrúi kom inn á, það er jákvætt og eru einhvers staðar milli 3 og 5 eða rétt rúmlega 3,6% ef ég man rétt. Þannig að það er svona jákvætt teikn um þetta en vissulega er engu að síður ljóst að reksturinn er erfiður, veltum við hér að rekstri, ég hef oft talað um það í þessum stóli hér að til þess að við séum með svona sjálfbæri rekstur þá þyrfti þessi tala að vera 7,5% af tekjum. Þannig að það þarf meira til, en ég sé nú samt sem ára á árslutauppgjörum þeirra sveitarfélaga sem hafa verið að skila. Það er bara almennt þannig að rekstur sveitarfélaga er nokkuð þungur þessa dagana og uppgjör þeirra stóru sveitarfélaga sem hafa verið að skila hefur verið verri heldur en eða svona, maður kannski sé ekki verri heldur en áætlun gerir ráð fyrir en er þungur. Þannig að við höfum öll við þennan sama vanda að glíma að það eru miklar launahækkanir og tekjur þau ekki að skila sér sem skyldi á móti. Þannig að það er það sem við þurfum að takast á við og við erum þessa dagana akkúrat að vinna að fjárhagsáætlun fyrir næsta ár, þannig sem verður síðasta fjárhagsáætlun á þessu kjörtímabili og það er líka snúinn leikur að koma henni saman. Þannig að við, þó svo að það sé jákvætt að afkoma sé betri heldur en áætlunin gerir ráð fyrir, þá eru ýmis teikn á lofti sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum að hugsa fjármál bæjarins. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, þeir sem geta staðfest áslutauppgjöri gefa merki. Það er 11.